6 voru nú hörkuflugvélar, en við vorum alltaf að missa á þeim mótora, sko. Ég held ég að mist 7 sinnum hreyfla á þeim og venjulega brotnuðu þeir. Og ég man ég alveg sagði að þetta stoppa þá eins og skot, eða annars it will cause a dangerous fire hazard. En þær voru nú vel smíðaðar og mjög góðar, en þetta var náttúrulega slark á þeim hérna innanlands, það var það nú. Akureyri Veiðistæði, já, það var lítið slark. Heldur þú getur borað saman svona bara í mjög stuttu máli, sko, flugmannsstarfið í dag með hvernig það var svona á þínum fyrstu árum? Já, þetta ekki, þetta ber þetta neitt saman, þetta sko, ég var nú á Douglasunum í 10 ár sem flugstjóri frá 54 og fram yfir 60. Það sem var nú langerfiðast var náttúrulega ísinn, vegna þess að við höfðum nú lélegar veðurspár og það var engin viðvörun front eða nokkuð skapað hluti eða það var sæmilegt veður á Akureyri og ef það var hægt að taxera hérna í Reykjavík, voru nú ekki, ef það var meiri 50 hnútar þá gátum við nú alla að taxera þeim, þá var bara farið. En það lentu menn náttúrulega í ís og djöfulgangi, sko, slag í slag. Þessar flugvélar voru náttúrulega rosalega sterkar og góðar og stóðu sig alveg opbáslega vel og hreyflarnir líka, virkilega. Og við vorum, ég oft sagt það, við vorum mjög heppnir hvað við vorum á góðum flugvélum. Þær voru alveg svakalega góðar. En langsamlega, sko, erfiðasti staðurinn voru Vestmannaeyjar. Það var bara ein braut, Malabraut. Ég man ekki hvort hún var eitthvað, rúmið 1000 metrar, hvort hún var náði 1100, ég man það nú ekki. Og sko, mér finnst sko eftir að hyggja bara hreinn barnaleikur að lenda þotu á 10.000 feta braut, það er bara skemmtilegt eins og veist. Það er bara barnaleikur hjá því að lenda Douglasinum í Vestmannaeyjum, kannski fullhlaðnum í hliðarvindi vegna þess að þú varst að fara á bremsurnar með stélið uppi. Og það máttur að vara þig á að missa hann ekki í rás, sko. Og að bremsa hana niður og svo eftir að stélið kom niður þá náttúrulega gastu bremsa meira. En það var verulega vandasamt flug, verulega. Og bara hasardera á köflum því að þetta var bara ein braut og menn voru alltaf í hliðarvindi. Og snjó, bremsuskilyrði, það var bara snjór og það var ekkert spekulur í hvað bremsuskilyrði voru. Hérna er Vestmannaeyjar, svona leit brautin út. Við vorum að lenda þar og mér oft hugsað til þess hérna, sko, að á austurendanum þar var grjóturð. Það var ekki verið að sópa því í sjóinn, það var bara grjóturð á austurendanum. Þetta var glæpastaður. Ég man að það fór með mér sænskur flugumferðarstjóri þessum árum einhvern tímann þarna og við leiðum honum vera fram í og honum fannst að vera að lenda á flugvélamóðurskipi. Hún leist ekkert á það.